Já, góðan daginn. Á þessum fallega desember degi sem jafnframt alþjóðlegur dagur mannréttinda í heiminum. Og í tilefni af honum ákváðum við hér í Geðhjálp að bjóða til opins samtals mannréttindi í geðheilbrigðisþjónustu. Næsta klukkutíma eða svo ætlum við að sitja hérna og fara yfir þetta með Oddi Ástráðssyni sem lögmaður á lögmannsstofunni Rétti og reyna svona að kafa aðeins undir yfirborðið og hvaða sem að þýðir að vera í tengslum við mannréttindi í geðheilbrigðisþjónustu. Ég heiti Grímur Atlason og ég framkvæmdastjóri Geðhjálpar og ég verð hér í hlutverki þáttastjórnanda sem mér nú ekki kannski tamt, en það samt þannig að það eru eiginlega þið eða þau sem að hlusta hér sem að eruð að horfa, sem að eruð þáttastjórnendur með mér. Við bjóðum ykkur að senda inn spurningar inn á geðhjálp@geðhjálp.is sem netfangið okkar eða þá að spyrja inn á Facebook síðun okkar í gegnum Messenger og sendiði allt sem ykkur dettur í hug. Við höfum enda nú þegar fengið talsverða spurningum, þannig að það spurning hvað við komumst langt með þetta efni hérna í dag, en við höfum allan að byrja, en okkur ekkert að vanbúðnaði og vertu velkomin Oddur, gaman að hafa þig hérna. Takk Grímur og takk fyrir að leyfa mér að vera með ykkur. Takk fyrir það og takk fyrir að koma. Kannski við förum þá svona að reyna til að opna þetta aðeins. Já. Sko, hvað eru mannréttindi almennt og hvernig eru þau skilgreind í okkar samfélagi og eru þau fyrir okkur öll eða kannski bara sum? Sko, mér auðvitað tamast að tala sem lögfræðingurinn sem ég og mannréttindi eru lögfræðilegt hugtak sem að hafa svona ákveðið tiltölulega skýrt inntak sem mögulega aðeins þrengra en svona almennur málskilningur gefur til kynna. Að fólk kannski talar mannréttindi í víðtækari skilningi en bara hinum lögfræðilega. En almennt það þannig að mannréttindi eru fyrir okkur öll og að gilda jafnt og eins alla og þau eru tryggð það sem við köllum mannréttindi í lögfræðilegum skilningi með ákvæðum í stjórnarskránni sem að þýðir þá leið að þau standa ofar í svona stigveldi samfélagsreglnanna en til dæmis almenn lög, troppa þau í einhverjum skilningi. Þannig að þingi getur ekki breytt þessum reglum eða gert eitthvað slíkt. Og þau gilda þá jafnt öll þau sem hér eru, bæði Íslendinga og aðra sem eru hér á landi og eiga að tryggja svona ákveðna lágmarksvernd, bæði gegn afskiptum ríkisvaldsins og þá líka einhverjar svona jákvæðar skyldur hins opinbera til þess að tryggja ákveðin stuðning eða aðstoð, sérstaklega eins og ef að fólk veikt. En hvernig svona eins og þess að kannski, þetta skilgreining, hún góð og takk fyrir það og þetta sé líka gott að muna kannski við notum oft svona hugtök og þá kannski gengisfellu við þau með því að vera að setja þau á mannréttindi okkar í fótbolta eða eitthvað þess að við erum bara að gera eitthvað við uppvaskið heima og eitthvað svona. Börnin mín talast um mannréttindabroti og segja maður setja í umstæðuna. Einmitt, þessi barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, en það samt þó, það kannski jaðarhópar. Já. Og eru, og það kannski það sem við erum að ræða og við erum ekki beinlínis að koma hérna til þess að gera þetta til þess að kasta rýrð á einhvern en einhver hvað við segjum tendens til þess að þetta sé kannski mannréttindi sumra, ekki alveg allra. Ég held að það sé, ég held að við getum í öllu falli sagt að svona núningsfletirnir, skurðpunktarnir verða til þegar þeim fjölgar eftir því sem hættan eykst á að fólk verði fyrir raunverulegum skerðingum eða einhvers konar brotum á sínum mannréttindum. Og það auðvitað svona stóru snertiflitirnir eru
auðvitað sko mannréttindi eru auðvitað mjög svona snarþáttur í öllu sem að við kemur sko til dæmis rannsókn sakamála þegar að verið að hlusta á símann hjá fólki eða það verið að hneppa fólki í gæsluvarðhald eða einhverju slíkir hlutir að það auðvitað verið að skerða mannréttindi vissulega sko eftir því sem að lagaheimildir leyfa en það svona svið þar sem að reynir mjög á og svo auðvitað og það sem að ég efast ekki að við eigum eftir að tala frekar hér eins og sko í geðheilbrigðisþjónustu þá auðvitað nokkuð það til dæmis að fólki sé haldið á sjúkrastofnunum gegn vilja sínum eða að það sé látið innbyrða einhver lyf gegn vilja sínum eða eitthvað slíkt og þar erum við aftur komin í svona núning við mannréttindin og þar fer virkilega að reyna á svona þessi ytri mörk og þá líka skilyrðin sem að sett eru fyrir því í stjórnarskránni og mannréttindareglunum sem að við líka leiðum af mannréttindasáttmála Evrópu sérstaklega sem lögfestur hér á landi og mannréttindaákvæðin í stjórnarskránni taka mjög mikið mið af að þar eru sett mjög ströng skilyrði fyrir því við hvaða aðstæður og með hvaða hætti megi eftir atvikum skerða þessi sömu mannréttindi. Og það eru þetta á þessum sviðum sem að þarna reynir á. Og mér alltaf minnistætt viðtal við kollega minn, Norðmann, sem heitir Geir Lippestad, sem kom hingað til lands fyrir mörgum árum, en hann hafði tekið að sér að vera verjandi Anders Breivik. Og var í mjög athyglisverðu kastljósviðtali þegar hann kom hingað til lands að halda einhver fyrirlestur eða eitthvað. Ég held ég muni eftir þessu, já. Það sem að hann var auðvitað spurður af því hvernig ósköpunum honum hefði dottið í huga að taka það starf að sér og svo framvegis og honum var tíðrætt það að hann liti á sjálfan sig sem þjón réttarins fyrst og fremst og það að allir ættu að njóta mannréttinda, það ætti í öllum tilvikum að ganga mjög stíft á eftir því gagnvart þeim sem að hafa enga rétt á að beita valdi í þessu samfélagi sem hið opinbera. Að það sé ekki gert umfram þörf og það sé aldrei gert nema fyrir því sé skýr heimild. Og það ætti jafnt við menn sem höfðu framið svívirðileg afbrot sem og okkur hinn. Og að það væri hinn eini rétti prófsteinn á það hvort samfélag virti mannréttindi væri hvort að það hefði sko siðferðistrekið til þess að gera það líka gagnvart fólki sem að ætti sér að öðru leyti enga málsvara. Þetta kannski áhugavert og kannski mikilvægt að tala þetta með þessum hætti svona í þessu svona ljósi, svona það sem við heyrum orðræða og annað og á þess að fara að tala skoðanir og slíkt heldur orðræðan það er svona stutt í þetta einhver sem gerir eitthvað þá bara, þá skulum við bara, þú veist, það er þetta sem kannski mikilvægt, þetta hefur ekki verið endilega, þetta sterkara eða ekki svolítið núna? Jú, og ég held sko þannig ég leyfi mér nú bara að tala frjálslega að við séum því miður svona aðeins að færist í það átt að það sé svona að aukast toleransinn í samfélaginu og í orðræðinu einmitt sem maður heyrir fyrir því að ákveða að sumir skuli ekki njóta sömu réttinda og hinnir og það heyrir maður til dæmis í samhengi útlendingaumræðu og ég hef áhyggjur af því og ég ætla bara að leyfa mér að segja það líka ef að við náum ekki að vinda ofan af svoleiðis orðræðu að hóparnir sem að falla þá undir einhverju skilgreiningu í huga einhvers hluta almennings að eigi ekki að njóta sömu mannréttinda á hinnir að þeim fjölgi. Og það er eitthvað sem við þurfum að passa virkilega vel upp á því að mannréttindin eiga jú að vera fyrir alla og líka þá sem okkur finnast ekki endilega góða týpur. Nei, það er líka gott, bara til að skoða, þegar maður skoða söguna, hvernig við höfum öðlast þessi mannréttindi og hvernig það fór fram, hvenær við öðluðumst kosningarétt, hvernig konur öðluðust kosningarétt og hvenær þessi voru fátækir og slíkt. En kannski til að fara út úr þessu almenna, þá langar mig að fara inn í annað dæmi og því að hér er spurning sem við opnum að nótera niður sem kom ekki tölvupóst, það sem Svava spyr skuffusviptingar svokallaðar. Og það er raunni svipting þar sem manneskja verður fyrir óbeinni hótunum sviptingu eða gefið til kynna hún verði svipt ef hún ger ekki eitthvað sem lagt er til af meðferðaraðilanum og þú veist, mér langar að spyrja svolítið hvernig þú sér þessar óbeina þvinganir eða eru það kannski ekki óbeinar og svo í framhaldinu kannski að fara út í lyfjaþvinganir í þessu samhengi því að
það stundum sagt, hér lyf, taktu það, ef ekki þá verður við að sprauta þig, sem þá kannski sama meiði, þetta ekki skráð sem þvingun í rauninni í neinu, enda kannski erfitt að segja hvað skráð, því að við möttum að koma kannski inn á það á eftir. En þessi vangavelta, hvernig slæður hún þig og hvernig sér þú þetta? Þetta... Já, sko, þarna erum við þá væntanlega að tala einhverjar aðstæður þegar að segjum sjúklingur komin inn á spítala, hann geðdeild og beittur óhóflegum, kannski segjum við, þrýstingi til þess að þiggja einhver ákveðna læknismeðferð sem honum jafnvel á móti skapi, undir þá einhverjum svona misskýrum hótunum að öðrum kosti verði farið í nauðungarvistun eða sjálfræðissviptingu. Sko, reglurnar nauðungarvistun og sjálfræðissviptingu eru auðvitað sko, í lögum af góðri ástæðu. Og það eru ströng skilyrði sett fyrir því að fólk sé nauðungarvistað gegn vilja sínum á sjúkrastofnun og enn strangari skilyrði fyrir því að fólk sé þá sjálfræðissvipt til lengri tíma og mjög svona skýri ferlar í lögum það hverjir eru bæri til þess að taka slíkar ákvarðanir, hvað þær mega vara lengi, hvernig þær skuli endurskoðar og svo framvegis. Og það auðvitað bara sko, verulega varhugavert. Og ég held að ég ætla nú bara að leyfa mér að segja klárt brot á þeim reglum og þar með mannréttindum þess sem fyrirverður ef það reynt að fara framhjá þessum ferlum sem auðvitað ætlað að vera öryggisventill á að það sé ekki verið að beita slíkum úrræðum að geðþótta eða umfram þörf með því að komast á hjá því að skrá það eftir kúnstefna reglum og færa fyrir því viðhlítandi rök með því að fara þá í þetta sem þú kallar skúfusviptingar. Af því að það alveg ljóst og skýrt að enginn á að þurfa að þiggja lyfjagjöf eða einhvers konar meðhöndlun eða meðferð sem viðkomandi á móti skapi nema þá og því aðeins í þeim tilvikum að það lögmætt og heimilt að nauðungarvista og það verður þá líka bara að gera það. Og fara þá eftir þeim reglum sem að lög leggja til það og þola þá það skrútaní sem að lögin í rauninni gerir ráð fyrir að slík ákvörðun þurfi að geta staðist. Sko til þess kannski að þetta allt kórrétt, þetta svar auðvitað rétt svar, ef við myndum segja, sko svona á að svara því. En í praxis þá það getur alveg verið, við skulum vera sanngjörn og þú ert inn í aðstæðum og eitthvað og þá mikið að gera og eitthvað, en sama. Það sko við horfum oft til Danmerkur, það svona ákveðnar, það bara regluhandbækur hluti, hvernig skuli tala við einstakling, nú ég að fara að gera þetta og þetta gert með þessum hætti. Og það rauninni kannski, það var nefnilega Árni spurði nefnilega sem eiginlega kemur inn í þetta varðandi lögræðislögin, en það verið að ræða hvernig þér tilkynnt hluti. Og það ekki svona milli sagt, þú fær þetta ef þú heldur bara það svona. Það kannski þetta sem að þessi skúffusvipting sem að mörg sem að leita hingað talum og kvart undan. Og þá það þetta danska system sem svona skrifa niður. Og það í lögræðislögunum talað réttur einstaklinga og Árni spyr rétt okkar til að vita og skilja ástæður frelsissviptingar. Hann segir hér að vakthafandi læknir á að tilkynna nauðungarvistæri mannesku ástæðu nauðungarvistarinnar leið hún á sér stað. Eða leið og ástand viðkomandi leyfir. Það reyndar oft aldrei teygjanlegt. Og stundum það notað of lengi, en allavega þetta að gera með þeim hætti að einstaklingurinn skilji hvers vegna hann sé í þessari stöðu og þetta ætti að vera ófrávíkjanleg regla. Spurningin sko hvort að hvernig megi tryggja þetta og hvort í rauninni það að þetta sé hvert á einstaklingur að leita sem að í rauninni þetta bara ekki viðhaft. Sko, í þessum inngangi þínum þetta svolítið margar svona spurningar eða álitamál. Kannski í fyrsta lagi það sem ég langar að
koma hér inn á að sko sjálfræðissvipting eða nauðungarvistun er frelsissvipting í skilningi mannréttindareglna. Já. Og í stjórnarskránni okkar og í mannréttindasáttmála Evrópu eru reglur sem að eiga að tryggja það að engan skuli svipta frelsi nema samkvæmt heimild í lögum. Já. Og sú heimild verður þá að vera skýr og hún þarf að vera fyrirsjáanleg og gagnsæ og veita viðunandi vernd gegn einhvers konar geðþótta ákvörðunum eða svona handahófskenndri beitingum. Og í lögræðislögunum eru tiltölulega skýr og tiltölulega ströng skilyrði sett fyrir því að það megi nauðungarvista einstakling eða svipta hans sjálfræði til lengri eða skemmri tíma. Og svo líka sagt með alveg skýrum hætti í sama ákvæði stjórnarskrárinnar og þá líka í sambærilegu ákvæði í mannréttindasáttmálanum að hver sá sem sviptur frelsi óháð því að hvaða ástæðan það hvort að einhver hefur verið handtekinn eða það hefur verið að nauðungarvista einhvern eða hvernig það gert að öðru leyti, hann á rétt til þess, bara samkvæmt mannréttindareglum, að fá að vita tafarlaust eins og það orðað í stjórnarskránni okkar ástæður frelsissviptingarinnar. Og þetta þýðir það að það þarf að útskýra það svo fljótt sem verða má og með eins skýrum hætti og kostur af hverju viðkomandi komin í þá stöðu að hann ekki lengur sjálfráður ferða sinna. Bara eitt hérna innskot, strax teygjanlegt hugtak, eins og frægt Já. Hvað þetta í rauninni teygjanlegt hugtak? Það svolítið mikilvægt að skilja það að einhver leyti. Já, og ég held að það sé erfitt að svara því með einhverjum algjörlega afdráttarlausum hætti, af því að það kannski aðeins afstætt með við bæði efni og aðstæður. Bæði það verður að gera þá kröfu til þess sem að hefur þá valdið til að frelsissvipta að hann útskýri ástæðurnar ef við horfum á það út frá honum, þá lækninum í þessu tilviki eins skýrt og hann hefur upplýsingar og vitneskju til á þeim tímapunkti og svo auðvitað því skýrar eftir því sem að upplýsingarnar verða betri. Skilurðu? Ég skil, sko. Svo hvað varðar þann sem að verður fyrir frelsissviptingunni að þá auðvitað snúið þessu við og nálgumst samt með sambærilegum hætti að það verður að gera viðkomandi það eins skýrt og kostur miðað við aðstæður. Og auðvitað alveg hægt að sjá það fyrir sér og hægt að og hafa á því skilning að fólk kann að vera það veikt eða það ringlað eða í það miklu uppnámi eða eitthvað slíkt að það sé bara mjög erfitt eða næstu ómögulegt að útskýra með greinagóðum hætti fyrir viðkomandi af hverju verið að svipta hann frelsi. Og það auðvitað kannski bara meiri sér tiltölulega algengt þegar aðstæður eru raunverulega þannig að það brýn þörf á að nauðungarvista einhvern sem með geðsjúkdóm á sjúkrahúsi. Kannski svona okkar sjónarmið eru þekkt í geðhjálp við leggjumst gegn þvingunum og nauðung og annað en við erum kannski ekki að fara alveg þangað en samt sem áður þegar þetta gera þér ljóst og gefa þér svona en það líka hlutir í þessu sem geta virkað í hináttina svo komið svona framhald að þessu það þú metur einstakling og þú ferð fyrir dóm með það mat. Oft það mat gert kannski fyrir viku. Skilur, eða gert í gær en ekki í dag. Og það spurning hvort að það sé í rauninni ekki, af því þá getur þú notað þar auðvitað, kannski eru aðstæður þannig að það ekki hægt að gera það, af því að aðstæður, við erum bara svo fá hérna, það eru svo fáir læknar eða hvað það en þetta ekki eitthvað sem mjög bagalegt, af því þú ert að byggja á kannski úreldum gögnum? Það almenn regla og algjör útgangspunktur hvað varðar sérhverja skerðingu á mannréttindum og þar með auðvitað og augljóslega þegar frelsissvipting annars vegar að hún gangi í fyrsta lagi sé því ekki beitt nema nauðsyn krefji eins og það orðað og ef að þú ert komin þá yfir það marka þá þurfi sannarlega að beita slík skerðingu að hún gangi þá aldrei lengra en
er í raun nauðsynlegt til þess að ná fram einhverjum lögmætum markmiðum sko, og sem eru þá skilgreind í lögum. Og það þýðir líka að mínu viti að sko í minnstakosti svona í teóríunni að ef þú ert til dæmis með einstakling sem er nauðungarvistaður inn á spítala að það þarf að sæta í raun einhvern skil ekki stöðugu endurmati og að sú skerðing og sú vistun eigi aldrei að vara lengur en lögmæt nauðsyn krefur. Og það er auðvitað alveg augljóst að það kunna vera uppi aðstæður á einu tímamarki þar sem að viðkomandi er miklu uppnámi og að það þarf að grípa einhvern veginn inn í eða það að lögin leyfi að það sé gert en svo bara er kannski góðum nætursvefn síðar bara ekki lengur sömu aðstæður fyrir hendi. Nei, og það kannski það sem að við þekkjum bara til og margra dæma sem að sko auðvitað vitum við líka og það er til þess að vera sanngjarnt. Það er bara ekki mannskapur og allt það. Þetta er hins vegar, þetta eru líf einstaklinga og þetta eru... Mér finnst til dæmis sko ágætt að taka bara analógíu af öðru sviði. Þú veist, ef við horfum til dæmis til þess að einhver sé hnepptur í gæsluvarðhald vegna rannsóknarhagsmuna. Viðkomandi grunaður refsiverða háttsemi. Og það fæst úrskurður dómara fyrir því að viðkomandi skuli vera í gæsluvarðhaldi í viku. En svo kemur í ljós daginn eftir að lögregla finnur bara einhver ný gögn sem að sýna bara fram á það alveg kvitt og klárt að viðkomandi framdi ekki glæpinn sem að hann var grunaður Að þá á auðvitað ekkert að halda honum í gæsluvarðhaldi í viku. Nei. Þá á bara að sleppa honum. Af því að hagsmunirnir sem að réttlættu sviptinguna eru liðnir undir lok. Og þetta getum við auðvitað bara heimfært síðan upp á aðrar aðstæður þar sem að einstaklingur er frelsissviptur á öðrum lagagrundvelli. Ef aðstæðurnar eða ástæðurnar sem að réttlættu frelsissviptinguna á einum tímamarki er ekki lengur fyrir hendi, að þá er engin ástæða til lengur og þá gera mannréttindareglurnar og meðalhófsreglan sem að er þessi krafa nauðsyn einfaldlega ráð fyrir því að sviptingunni eða skerðingunni sé aflétt. Ég ætla að taka smá tvist, það kom spurning hérna núna gegnum tölvupóst frá manneskju sem að vill ekki láta nafn síns getið og hér að vísa reyndar vísar í 57. grein Istanbul samningins, ég nú ekki alveg, ég veit ekki hvað þetta er eitthvað sem við þekkjum kannski ekki, þú þekkir nú kannski betur en ég, en allavega hana. Ég þekki nú ekki allan með vísan, ég ætla bara að lesa þetta upp, með vísan til 57. greinar Istanbul samningsins, þetta er aðeins þetta tengist öðrum en samt þó, mannréttindum að sjálfsögðu, sem Ísland fullgilti árið 2018 þess efnis að þolendum kynbundins ofbeldi skuli tryggður réttur á lögfræðiþjónustu og réttar aðstoð án endurgjalds. Er þessi réttur tryggður á Íslandi? Spyr réttur þolenda kynbundins ofbeldis til réttar aðstoðar án endurgjalds. Já, réttar aðstoðar án endurgjalds og lögfræðiþjónustu. Sko, það sem að mér finnst nú nærtækast að nefna í þessu er að í lögum meðferð sakamála sem að gilda í raun sakamál alveg frá því að rannsókn hefst og þar til að dómur hefur verið kveðinn upp er brotaþolum eins og það hugtak er í þeim lögum við ákveðnar aðstæður tryggður réttur til réttargæslumanns þá á kostnað ríkisins sem er þá hluti sakakostnaðar. Hvað er það þá í rannsókn málsins í upphafi? Já, í rauninni, sko, ef að sá réttur er fyrir hendi, þá virkjast hann í rauninni leið og viðkomandi brotaþoli er kallaður til að gefa skýrslu sem vitni í rannsókn málsins og er virkur svo lengi sem það mál er til meðferðar, hvort sem það heldur svo áfram og enda með ákæru og meðferð fyrir dómi. Og það er auðvitað þannig að brotaþolar, til dæmis í kynferðisbrotamálum,
sem að fara fyrir dóm, þeir njóta aðstoðar réttargæslumanns líka fyrir dómi og geta gert þá einhver réttarkröfur með hans aðstoð og réttargæslumaðurinn á þetta gæta síðan að því að öllum hagsmunum brotaþola sé til að haga haldið og getur til dæmis segjum ef að rannsókn felld niður eða ekki gefin út ákæra þá réttargæslumaðurinn þá í aðstöðu til þess að aðstoða brotaþolann með að kæra þá niðurstöðu til ríkissaksóknara og svo framvegis. Þannig ég myndi svona almennt telja án þess að ég hafi nú mikla þekkingu á þessum alþjóðasamningi sem að þú nefnir þarna. Istanbúl-samningurinn frá 2018 held ég, 19. Sko sem að nú ekki hefur ekki lagagildi hér á landið og Ísland hafi þá sennilega fullgilt hann. Já, fullgiltan, já. Já, sem að þýðir í rauninni að svona innlend lög eru túlkuð til samræmis við þær skuldbindingar án þess að þær hafi beina réttaverkan hér á landi þannig að einstaklingar geti byggt rétt á honum. En þá í rauninni myndi ég svona telja fyrirfram án þess að ég ætla að úttala mig það eða fellum það neina dóma hér að við séum að uppfylla þær skuldbindingar með því að hafa þetta system í lögum meðferð sakamála. Ok. Og þá ætlum ég bara að fara aftur kannski fyrir frá þessu mála en samt þetta kemur í tölvupóstin líka. Þetta náttúrulega allt spurning mannréttindi. Þetta alveg nafnlaust. Í lögræðislögum stendur að við eigum rétt á aðstoð sérstaks ráðgjafa. Þá væntanlega verið að tala við sem að leggjum styrna eða lögðin á geðdeild eða nauðungarvistum. Vakthafandi læknir eigi að gefa manneskju upplýsingar þennan ráðgjafa leið og nauðungarvistun eigi sér stað. Þessi sérstaki ráðgjafi geti aðstoð einstaklinginn við að útskýra betur ástæður vistunarinnar og veitt stuðning. Mér skilst að það eigi alltaf þessum aðila, mér skilst að eigi alltaf að kalla til slíks ráðgjafa strax og sjálfkrafa þegar manneskja nauðungarvistuð. Ekki bara þegar viðkomandi óskætti ráðgjafann. Getur þú sagt okkur kannski frá þessum sérstöku ráðgjöfum og hvort að megi heyri þeim reglulega og eru þeir málsvarar einstaklingsins sem að liggur. Þetta nú kannski mjög stór spurning. Já, sko, þetta er bara rétt og þetta eru reglur í lögræðislögunum sem að áskilja og nota orðið skal að vakthafandi læknir eða hjúkrunarfræðingur skal hafa samband við þennan ráðgjafa og eins og það er orðað svo fljótt sem verða má. Og það er þetta teginlega hugtak strax. Já, en það er auðvitað til þess að gefa kannski bara eitthvað svona örlítið praktískt svigrúm, sko, en það mega þó ekki vera á því einhverjar óeðlilegar og óréttmætar tafir og tilkynna honum nauðungarvistunina og sérstaki ráðgjafinn og á að vera samkvæmt lögum málsvari hins nauðungarvistaða og gæta hagsmuna hans í hvívetna. Það er ekki gerð sérstök skilyrði í lögum hvaða típa þetta eigi að vera en ég skoðaði aðeins frumvarpið þegar þetta var sett inn í lögin fyrir að vera 30 árum síðan að þar var gert ráð fyrir því að þetta væri almennt manneskja sem hefði viðeigandi menntun væri sálfræðingur eða félagsráðgjafi eða hefði einhverja slíka stöðu og svo fjalla lögin alveg það að sérstakur ráðgjafi eigi þá að vera hinum nauðungarvistaða til ráðgjafar og hals og trausts og aðstoðar við bæði bara svona í einhverju almennu stuðningshlutverki en líka bara við að láta reyna á rétt viðkomandi. Til dæmis ef viðkomandi myndi vilja láta reyna á það hvort að nauðungarvistun eða sjálfræðissvipting sé lögmæt. Og þá er sérstakur ráðgjafi þá beinlínis í því hlutverki að sjá til þess að viðkomandi hafi raunhæft tækifæri til þess. Veita aðstoð við það. En þetta er skilgreint svona eins og þú segir, nú kemur kannski bara frá mér og okkur hérna þegar við sjáum þessa spurningu varðandi þessa ráðgjafa, þá er oft verið rætt fjölda þeirra og þetta sé sami einstaklingurinn kannski lengi og fáir og svona, þú veist að veistu þetta, hefur hvernig
svona í praxís hvernig þetta fyrirkomulag að reynast? Ég þekki það nú ekki svo gjörla og ég myndi nú halda að þið hér hjá Geðhjálp hefðu sennilega bara töluvert betri innsýn í það en ég. En svona án þess að ég ætla að segja hvernig eitthvað þá þetta, finnst mér alveg líklegt að þetta sé nú kannski ekki mjög margir sem að séu í þessu hlutverki og þetta séu nokkrir aðilar sem að skipta með sér þessu hlutverki og gangi einhverja vaktir eða bakvaktir til að vera ínáanlegir og til að geta stigið inn í þetta hlutverk þegar að læknir metur sem svo að það þurfa nauðungarvist einhvern. Og það svona örugglega ákveðin hætta á því án þess að ég ætla að fara að gera neinum upp neinar kenndir sko að þetta fólk sé þá orðið svona heimavant á geðdeildunum þar sem að svona líklegast að það sé verið að nauðungarvista og sé orðið vel málkunnugt læknunum og fólkinu sem að þar starfar og það held ég bara mannlegt að það sé svona tilhneiging þá til þess að gera ekki vesen að óþörfu og eitthvað svoleiðis sko. Og það auðvitað til alls konar hliðstæður í lögum svona hlutverk sem einhverjir einstaklingar eiga að gegna sem að svona þarf að passa sko séu virk. Þannig að þetta sé talsvert kannski fleiri einstaklingar sem í þessu hlutverki upp á það að þú komir ekki án þess að þú ætlir það að þú svona verður samdauna einhverjum kúltúr og... Ég held að væri mjög verðugt að þetta sko reynslan af þessu fyrirkomulagi sem eins og ég sagði áðan búið að vera við lýði núna í töluverðan tíma, hún verður aðeins skoðuð og tekin út og það bæði hægt að gera það með því að rannsaka bara reynslu þeirra sem að hafa þurft að njóta stuðnings og ráðgjafar þessara einstaklinga en örugglega hægt líka að sjá ákveðna hluti bara út úr tölfræði og svona hversu oft þessir aðilar eru að láta reyna á hlutina og svo framvegis. Þannig að þess að tilgangurinn með því, sko í grunninn tilgangurinn með því að vera með þessa típu og lögin áskilja að hún sé til staðar og getur komið og stigið inn í svona aðstæður eru þetta annars vegar þetta stuðningshlutverk en frekar að það sé raunhæft og virt aðhald gagnvart þeim sem að hafa þetta afdrifaríka vald sem að nauðungarsvipta einstakling. Að það sé að því að bara tilvist virks aðhalds til þess fallin að auka gæðin og minnka líkurnar á að slíkum úrræðum sé beitt að einhverjum geðþótta eða óþörfum. Við höfum ofta rætt þetta í þessu samhengi með sko þvinganir og nauðungu ef þetta væri betur skráð, væri miðlægt og væri jafnvel eins og, kannski má segja eins og að farið með risnu og alþingi á sínu tíma þegar það var gerð svona opinber þá dró mikið úr til dæmis akstri á bílaleigubílum eða þínum eigin bílum og annað. Þetta er gert í fyrirtækjum, þá kemur upp á vegg, þú veist, hverjir eru ristum peningar og svona, þannig að þá fer fólk einhvern veginn að sýna meira aðhald og það hefur verið mikill skortur á því að þetta þessi miðlæga gögn í rauninni fjöldi nauðunga til þess að myndi bara standa eins og bara þegar þú kemur á Borgarspítalann þá stendur niðri nú liggja 33 á bráðamóttöku og 378 hérna á legudeild, það staði bara og það eru 48 sem eru beitt í nauðung og þvingun í dag. Og þetta þetta bara til þess að setja þetta upp og þá ekki til þess að segja að fólk sé að gera endilega alltaf eitthvað rangt eða ljótt, heldur allavega að þessi meðvitaðan. En það er bara svo augljós hætta á því og það er bara vegna þess hvernig mannskepnan og ekki neinum sérstökum að kenna. Að ef að það er enginn sem að lesa yfir það sem þú skrifar, þá vandar þið minna. Ef það er enginn sem endurskoðar ákvörðunina þína, þá færirðu ekki jafn skýr og greinagóð rök fyrir henni, hvorki fyrir sjálfa þig né aðra. Og með því eykst vitaskuld hættan á að afurðin eða niðurstaðan verði ekki jafn vönduð og hún þyrfti að vera. Og þegar við höfum svona ofboðslega mikilvæga hagsmuni og hér erum við að tefla með sko bara frelsi fólks
og einhverjar svona víðtækustu og svona viðhlutamestu skerðingar sem að fólk verður fyrir á sínum réttindum, mannréttindum, þá verður að tryggja það, bæði í lögum og í praktík að það sé virt aðhald og að það sé með því tryggt með þessum allra bestum hætti að það sé ekki verið að beita slíkum skerðingum án eða umfram þörf. Já. Ég ætla nú bara svona rétt að minna á hvað við erum að gera hérna. Við sitjum hérna á alþjóðlegum degi mannréttinda í heiminum sem er 10. desember og erum að spjalla við Odd Ástráðsson, lögmann, og við hefum tekið við spurningum frá ýmsum og það hafa verið mjög forvitnilegar mannréttindi í geðheilbrigðisþjónustu. Og það sem að ég ætla nú aðeins að taka inn að svona taka smá, af því að það þarna eftirlit spurning sem voru búin að skrá, því að hér kom önnur spurning af netinu sem langar sem að snýra geðheilsu teymunum. Okay. Og það Friðrika sem spyr og hún bendir á að þau séu ekki nægilega virk. Getum tekið undir það, allavega hér hjá okkur. Og hún vill meina spyrja út í mannréttindi fólks eða þá hvort að það sé brot á mannréttindi fólks að þjónustan sem er skilgreind í lögum á landsvísu sé í fyrsta lagi afar misjöfn eftir því hvað þú býrð og í öðru lagi er hún undirmönnuð og vanfjármögnuð víðast hvar og geti þannig ekki veitt þessa þjónustu sem er þó skilgreind í lögum. Nú er þetta, þú veist, þetta með mannréttindi og hvernig við förum með hugtaki mannréttindi, en spurningin er samt að ég held góð. Já, þetta er bara mjög góð spurning og virkilega verðugt sko að velta þessu upp. Og það er á þessu svolítið margir fletir að því að þegar við vorum að byrja að spjalla hérna áðan þá var ég að tala svona almennt hvað eru mannréttindi og það mannréttinda hugtaki verður til þess að vernda fólk gegn afskiptum ríkisvaldsins. Það eru svona eins og kallið fyrstu kynslóðar mannréttindi og það eru rétturinn til frelsi og friðhelgi einkalífs og eignarréttur og eitthvað slíkt, bara til þess að fólk gæti verið til án þess að ríkisvaldi væri með óþarfa eða arbitrari afskipti af þeirra hag. En svo þróast mannréttindahugtakið mjög mikið á síðustu öld í tengslu við allar hamfarirnar sem að mannkynið fór í gegnum á þeim 100 árum og svona það verður konsensus á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og síðar meðal einhverjum svona vestrænna þjóða og mannréttindasáttmála Evrópu og slíkt að tiltekin mannréttindi leggi kannski sé ekki að banna ríkinu að gera eitthvað, heldur leggja einhver ákveðnar skyldur á herðar ríkisvaldinu til þess að tryggja aðstoð og stuðning við ákveðnar aðstæður og það er auðvitað og ein af þessum reglum er til dæmis að tryggja fólki viðeigandi aðstoð við sjúkleika og sú regla er í stjórnarskrá Íslands í 76. grein eða ég ætla þess ekki 76, ég man nú ekki alltaf alveg númerinn rétt. Ekki ætla ég að hjálpa en það er í öllu falli þannig að það er svona lögð jákvæð skylda á ríkið að tryggja með lögum að fólk fái viðeigandi aðstoð eða veikt. En þessar jákvæðu skyldur eru auðvitað síðan þannig að löggjafanum er eftirlátið að útfæra þær nánar og löggjafinn hefur svo til þess tiltölulega rúmt svigrúm og það hvernig það er útfært eða gert, það ræðst að efnum og aðstæðum og það er bara praktík eða hvað við segja, bara landið á miðin sko eða hvernig byggð er háttað í landinu, þetta hefur held ég óhjákvæmilega þau áhrif að það er ekki hægt að veita algjörlega sambærilega heilbrigðisþjónustu á Raufarhöfn og í Reykjavík og það sem að kemur þar til er bara hið augljósa, það er bara ekki til mannskapur til þess að sinna hlutunum með sambærilegum hætti
eða peningar. En ertu þá ekki, en er það ekki þá þannig að þú átt í rauninni að þú býrður Raufarhöfn og þá er þið boðið þjónustan á öðrum stað? Já, svo er það þá þannig að ef að þú, sko, útgangspunkturinn er almennt að fólk eigi að njóta jafns aðgangs að heilbrigðisþjónustu og það eigi helst að geta, það er svona nálægðar sjónarmið og það að geta notið sem bestrar heilbrigðisþjónustu sem næst þínu heimili eða þínu heimabyggð. En svo verður að eftirláta ríkinu og þá sveitarfélögunum eitthvað svigrúm bara út frá svona praktískum aðstæðum til þess að útfæra það nánar. Þarna held ég að sé aftur alveg gild ástæða til þess að meta árangurinn að þessum geðheilbrigðisteymum og hvort að þetta setup hafi í rauninni náða að verða það sem því var ætlað og ef ekki, sem að ég held að sé kannski svarið, að átta sig á því hvað það er. Svo finnst mér þetta líka, sko, þetta er nú sérstakt áhugamál hjá mér að við séum þarna líka aðeins að díla við það að það er allt mörg sveitarfélög í þessu landi. Já. Og þau hafa bara því miður mjög mörg enga burði til að sinna öllum þeim skyldum sem að lög leggja á þau og það er bæði hvað varðar sko félagsþjónustu og þjónustu við fatlað fólk. Bara eins og það er með að reka grunnskóla eða sorphirðu sko. Þau eru bara mörg í standandi vandræðum með að gera það sem að lög ætla þeim að gera og það er bara að laga það. Sko það er ákveðin atriði sem að þarna þú kemur inn með þetta sko að það er við horfum á til dæmis lögum félagsþjónustu og lögum svo heilbrigðisþjónustu. Þau skarast mjög víða sérstaklega í málefnum þeirra sem eru í geðvanda með einhvers konar geðvanda að við sjáum þetta að þú ert fíkill og ætlar í meðferð nei, þú ert geðveikur, þú ert að fara þarna upp á Landspítala og geðspítalan kemur þangað þá, nei, heyrðu fyrir ekki þú ert bara fíkill nei, þú ert fíkill þú ert að fara aftur og það er þannig að þú ert í því sem heitir Catch-22 og síðan er það í félagsþjónustunni og þá er það þannig að þú ert með fötlun og þá ert að vera í félagsþjónustunni en svo þegar þú kemur, já þú ert kannski með einhverju greiningu og allar í geðheilsuteyminu svo þekkt og þá fékkst ekki að vera þar átt að fara í sérstakt geðheilsuteymi sem vildi ekki heldur fá þig, þú fórst ekki nógu eitthvað sérstakur og síðan fórstu upp á geðdeild, þá ertu með fötlun og átt ekki að vera á geðdeild og það er verið að nota þessa sko verkskiptingu sem að kom þegar við settum málaflokkin til sveitarfélagana og þetta er að bitna á fólki og nú spyr ég, er þetta ekki mannréttindabrot? Ég hugsa að þú getur alveg örugglega fundið tilvik sem að verða til út af akkurat þessu sem að gætu talist fela í sér einhvers konar mannréttindabrot, jú. Og það sem manni sýnist í miður oft vera sko bottom line í þessu er bara ágreiningur hver er að borga brúsann. Já. Og það eru þetta þannig að fólk sem að finnur sig þarna einhvern veginn falla milli skips og bryggju eða skers og báru eða hvernig það er orðað er fólk sem á við einhvers konar langvarandi jafnvel fjölþættan og flókin vanda er með fötlunargreiningu en verður svo veikt og er einhvern veginn bæði að þykja þjónustu hjá félagsþjónustu sveitarfélagsins sem það býr í en líka Landspítala eða heilbrigðiskerfinu sem að ríkið á að pikka upp. Já. Og þá held ég að það verði því miður tilhneiging til þess að annar bend alltaf á hinn. Og það kemur á því að þú talar um sveitarstjórnarstig. Ég velti því stundu fyrir mig hvort það sé ógæf okkar í þessu litla landi. Þá er ég ekki að tala um að fara undir danska kónginn. Þá er ég að tala um að hér skuli ekki hreinlega vera bara eitt stjórnsýslustig á landinu sem að hvort að það væri ég veit að nærþjónustan og allt þetta en það er bara það að einstaklingur sem að á rétt á ákveðnum og við bara búin að gera lög um það að þú eigir að búseta og allt þetta og svo læknisþjónusta að þú færðan ekki vegna þess að þá bæði það sveitarfélagin og burður og ríkið hefur þá það sem maður kannski myndi segja loophole
til þess að benda á þetta föllun út með þig. Já, sko, við erum kannski svona nálgast að vera komin út fyrir efni. Þetta er samt... Þetta eru þau mannréttindi sem þessi við lítum á, þetta er allan þau réttindi sem við teljum að það er mjög mörg sem leita hingað sem að kvarta undan nákvæmlega þessu. Ég átta mig á því og þetta að mínu viti sko bara mjög aðkallandi að við horfum í augun á þessu, akkurat þessu. Ég ætla að tölum það bara kannski í opið og segjum við gefna þessu. Að það sem hefur auðvitað gerst og alltaf í auknum mæli að verkefni sem áður voru á hendi ríkisins og var þá greitt fyrir úr ríkissjóði og sameiginlegum sjóði allra landsmanna hafa verið færð til sveitarfélaga og þá greitt fyrir þau úr sveitarsjóðum mismunandi burðugra sveitarfélaga landið. Og þetta eru grunnskólar og leikskólar og þetta er félagsþjónusta og þetta er aðstoð við fatlaða og aðstoð við aldraða og þetta eru stórir velferðarmálaflokkar sem varða fólk mjög miklu og ég held því miður að staðan sé sú að ef það er eitthvað eitt sveitarfélag á landinu sem stendur svona nokkurn veginn undir þessu þá það Reykjavík borg, þó varla. Vegna þess að tekjustofnarnir sem hafa fyllt hafa ekki verið kannski alveg nægir til þess að standa undir allir þessari þjónustu og ég held að blasi við og þó að við séum með eitthvað sem heitir jöfnunarsjóður sveitarfélag og eitthvað slíkt að smærri sveitarfélag landið sem eru auðvitað alveg ótrúlega mörg en þó að það hafi nú eitthvað verið sameinað og svona. Þau eru 62 eða ekki? Ég man ekki hver talan en þetta eru einhverjir tugir og sum ansi fámenn. Það blasi við að þau get ekki sinnt þessu. Það þarf ekki nema eitt barn með einhverju greiningu og sérþarfir í grunnskólan og þá sveitarfélagið bara komið á kúpuna. Og þetta er óþolandi að mínu viti. Og ég ætla bara að leyfa mér að taka undir það sem þú ýjar hér að í spurningunni þinni að ég held að það sé megi alveg velta því upp að minnsta kosti. Samfélagsgerðin okkar að breytast og þörfin fyrir landfræðilega nálægð þegar verið að veita þjónustu fer minnkandi og þetta hefur auðvitað verið rætt í alls konar samhengi. Það hefur verið að sameina sýslumannsembætti, það hefur verið að ræða sameina héraðsdómstóla, það hefur verið að fækka sveitarfélögum verulega af því að þú getur tekið upp síman eða farið á Teams eða sendt tölvupóst og það er hvort sem þannig að þegar ég og þú sem búum í nálægt miðborg Reykjavíkur þurfum að sækja ykkur þjónustu, þá bara tökum við upp síman eða tölum við ykkur spjallmenni eða whatever, sko. Að nálægðin, hinn landfræðilega nálægð, skiptir alltaf minna máli í veitingu þjónustu. Og þá má bara velta því fyrir sér mjög alvarlega hvort að þessi hreinlega þörf á því í þessu tiltölulega fámenna samfélagi okkar sem bara eins og lítið borgarhverfi í Lundúnum, tæp 400.000. Að við þurfum að vera með allar þessar stjórnsýslueiningar sem allar eiga að vera að veita sömu þjónustu og hvort það blasi ekki við að vera hægt að veita þjónustuna með betri hætti, með auknu jafnræði og aukinni skilvirkni, þannig að við fengjum meira fyrir peningin ef við myndum að gera þetta einhvern veginn öðruvísi. Já, ég held að þetta sé, þarna fórum við auðvitað út fyrir efni einhverju leyti en samt sem þetta snýr þessu, hvernig við leysum verkefnið, hvernig getum leyst verkefnið og við sjáum það hvað sem að félagsþjónusta sem þegar ég að alast upp þá er bara brot og þá er ég að tala sem hlutfall af þeim peningum sem við setjum í eitthvað, það er bara brot sem fór í hana með hvernig í dag. Við sjáum bara stöðuna, það virðist að þetta hefur bara vaxið að veldist vexti hvort sem að það er samfélagsgerðin ekki. Ég ætla að fara núna aðeins út í, það er spurning hérna varðandi eftirlit eða með öllu heldur skort á eftirliti og það hefur verið mikið rætt í tengslum við mannréttindi í geðheilbrigðisþjónustu og þegar horft til laga og hvar erum við stödd? Erum við að sinna þessu eftirliti vel eða og þú veist og þá förum við svo síðan í til landlæknis til þess hvort að einhver sem hefur leitað þangað út að geðheilbrigðisvanda eða geðheilbrigðismálum sem að gerist þar inni þekkjuru til þess að það sé mikið af þessum málum sem að fara í þá átt að viðkomandi fá þetta er rétt hjá þér þú veist. Hér voru gerð mistök. Já, hér voru gerð mistök. Af því þetta eru að tala eftirlitið sem að virðist vera minnstakosti, við höldum því fram að þessi, hvernig er þín sýn á þetta? Hefur verið inn í þessu þekkjunum mál? Ég hef nú svo sem ekki sinnt mörgum svona málum sjálfur, í mínum störfum.
og ég get þó svara því að ég þekki þá heldur ekki dæmi að embætti landlæknis hafi komist með skýrum hætti að þeirri niðurstöðu að það veri gerð mistök við veitingu geðheilbrigðisþjónustu. Mér finnst nú líklegt að þau tilvik séu til, en ég hugsa að hins séu fleiri, umtalsvert fleiri, og ég hef alveg svona persónulegar efasemdir að þetta kerfi að láta lækna hafa eftirlit með læknum sé sérlega gott. Já. Og ég held að það sé ákveðin hætta á svona ákveðinni samtryggingu, og þess að ég ætla svo sem að fullyrða eitt eða neitt það, en ég finnst það svona bara leiða af bara eðli málsins að það svona sú hætta til staðar, og það ég hef líka bara haft svona ákveðnar efasemdir almennt það að sko setupið eins og við erum með það, og það auðvitað til dæmi það, og sem ég ætla bara að leyfa mér að tala þó að það sé pínlítið viðkvæmt. Það til dæmi það að heilbrigðisstarfsfólk hefur verið beinlínis sótt til saka vegna læknamistaka. Það að segja bara ákært fyrir refsivert brot, manndrápa gáleysi eða líkamsmeiðingar gáleysi eða slíkt. Og nú efast ég ekki að það eru til tilvik sem að réttlæta svo svona sterk viðbrögð. En þetta meira og minna alltaf tengt einstaklingum, starfsmönnum, það sem þetta benda á. Það í fyrsta lagi það, og í öðru lagi held ég að sko þetta gerir það að verkum að það sé ákveðin hætta á að í stað þessa mistökin sem að auðvitað verða, af því að fólki sem vinnur á spítalunum bara fólk. Ég og þú, ég gerir mistök. Ég gerir mistök hverjum einasta degi, Grímur. Ég líka. Já. Maður viðurkennir það hér. Já, og mitt hlutverk sem manneskja að horfast af auðmýkt í augu við mistökin sem ég geri til þess að reyna að læra þeim og til þess að reyna að endurtaka þau ekki, og allavega ekki mjög oft. Ég held að það skorti aðeins á þetta, að fólk sem að vinnur í heilbrigðisþjónustu gangist við sínum mistökum, kollektíft. Við kennum þau, horfist í augu við þau og læra þeim. Og þannig að af þeim lærdómi megi draga eitthvað sem að bætir þjónustuna. Og sem að fækkar mistökunum. Þetta þá kannski í rauninni öfugt, að það kollektíft verið að í rauninni kannski skiljanlega með álag og annað, en samt sem áður ekki skiljanlega. Kollektíft verið að verja, þú veist, í staðins að viðurkenna, að þá kollektíft segja nei, það gerðist ekkert hér. Hvað heldur þú? Nei, ég spyr. En ég held, já, þið held að sé alveg rétt, þetta alveg rétt ábending og kannski leiðilegt að vera að fara þarna inni að segja þetta, en þetta skiptir miklu máli að því við vorum að tala um landlækni og þetta eftirlit, og við vorum nú bara einmitt málum daginn sem að reyndar var öðrum á hinum megin, en tengdist börnum, og það gæðu eftirlitsstofnun sem sér það velferðarmála, sem að sér meðferðarheimil og fleira þar, sem ekki heilbrigðisreikin, en eru tengjast sama hluta, sem aftur segir mér að þetta mjög gallað að við skulum ekki vera með velferðarráðuneyti, heldur erum við 2 ráðuneyti og 2 mála. Látið eins og þetta tengist ekki. Tengist ekki, en þar kemur í ljós að gæðu eftirlitsstofnun velferðarmála var að leiðrétta barn á fjölskyldustofu. En samt sem að þá gerist aldrei neitt í þessu. Þetta eru mistök og þetta með þessu struktúrað mistök, þú veist í rauninni ekki hlutverk þitt sem stofnun. Nei, mér langar líka bara að segja, ég þekki auðvitað lækna og hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða og fólk sem að vinnur í heilbrigðiskerfinu sem að mætir vinna okkur einasta degi með það eina markmið að reyna að hjálpa fólki eins og það getur. Og það held ég að sé reglan. Að við eigum í grunninn gott heilbrigðiskerfi. Ef við horfum á, þið vitið, lífslíkur eða barnadauða eða þessi svona alþjóðlegu viðmiðum það hvernig við berum saman gæði heilbrigðisþjónustu. Og almennt íslenska heilbrigðiskerfi gott, þó að stundum sé talað að það sé komið á fótum fram. Það sé nú kannski ekki alveg rétt og ekki alveg sanngjarnt. Og það auðvitað, heilbrigðiskerfið fólkið sem að vinnur á spítölunum og heilsugæslunum og að veita heilbrigðisþjónustu.
og þar erum við með velmenntað og vandað fólk á lang flestum póstum. Já, ég held að það er alveg rétt, það þarf að tala um það, það er að vera að tala þetta svo mikið niður. Já, og ég held að það sé bara mikilvægt að ég og þú séum líka bara tilbúinir að tala um það þannig, að við segjum bara, heyrðu, við erum ekki óvinir ykkar, við erum ekki að segja að þið séu öll ómöguleg, eða þið, óalandi, óferjandi eða föst í einhverju samtryggingar lygavef, eða það er ekkert slíkt sem ég er að halda fram hérna, það er bara það sem ég er að segja ég held að uppleggið gerir ráð fyrir vörn en ekki auðmýkt. Ef við gerum einhvern greinuminn á þessu. En getur það ekki verið út af því að lögin eru þannig, eða þannig þú ert sóttur til saka, eða sótt til saka sem persóna, ekki kerfið. Ekki, þú ert á vakt og það vantaði 30, það voru svo margir veikir og það er mikið allir bara lúnir og allt komið í klessu. Já, og stundum það bara gangast við því. Að aðstæður eru þannig að við hefðum vilja gera hlutina betur, en við gátum það ekki vegna þess að aðstæður bara voru þannig. Og hvað getum við lært af því? Getum við bætt eitthvað hérna í verklaginu, í mönnun, í því hvernig við skipuleggjum vaktirnar, í því hvernig við skiptum sjúklingum á milli deilda, ég veit það ekki, sem að minnkar líkurnar á að við lendum í sambærilegum aðstæðum aftur. Ég held að ég bara tek undir þetta og ég hef oft hugsað það, ég er nú starfað í þessu kerfi, ég vann á geðdeild í gamla dag, ég vunnið í þroskaþjálfi og inn á alls konar. Að það voru alltaf þessi rapport. Þessi rapport snerist alltaf eitthvað annað en í rauninni þá held ég að rapportið fyrir fólk sem vinnur með fólk eigi að vera hringurinn bara hvernig líður þér. Já, og hvað getum við gert betur? Já, og hvernig líður þér þegar þú kemur á vaktina. Bara til að gera innlegg og svo þegar vaktin er lokið, einhvers konar viðrun á þessu. Frekar en að vera alltaf að tönglast á því að oddur sé ómögulegur eða eitthvað svoleiðis, eða eitthvað, eða bara oddur er góðu feeling, eða hvernig sem það er. Svakastuði. Að við séum einhvern veginn að ræða þetta út frá því að þú ert þetta tæki. Heyrðu, tíminn er að hlaupa frá okkur. Mér langar svona... Já, mér langar. Þetta eru, þú veist, það eru 30 spurningar hérna sem ég geti spurt í viðbót sem eru hér á blaði og í tölvun er ein hér, en í rauninni, þetta svona kannski einhverju leyti förum með þetta heim, sko. Það er svona, hvað finnst þér mikilvægt að fólk sem sætir nauðung eða þvingun í geðheilbrigðiskerfinu viti? Ef þú ættir að vera með eitthvað svona lykilatriði í stuttu mannamáli, þú ert þarna, segjum það, þú ert manneskja sem er komin á geðdeild og þú ert hérna bara með hendur, þú veist, það er þessi, hvað er gott þú vitir? Hvað átt að vita? Sko, ég held að í fyrsta lagi sé mikilvægt að fólk sé sem allra best upplýst og meðvitað það að nauðungavistun skerðir mannréttindi þess. Og að hana fer eftir lögræðislögum með mjög ströngum hætti og viðkomandi á skýlausan rétt til þess að fá að vita og skilja af hverju það er verið að nauðungavista þess sjálfsagt. Og eins og við ræddum áðan við þær aðstæður að hann eigi rétt á því að það sé kallaður til sérstakur ráðgjafi sem er málsvari hans, stuðningsaðili, sem eigi að aðstoða með hvað eina, ekki síst við að skilja ástæðurnar og svo til að láta á þær reyna ef fólki líst þannig á. Þetta held ég að sé allra mikilvægast við þessar aðstæður, að fólk viti að það er þarna komið inn í mjög strangt lagalegt setup, þar sem að þarf að standast ákveðin próf nauðsyn og hversu viðamikil skerðingin er og svo framvegis bæði í tíma og rúmi og að það eigi rétt á að þetta sé sko gaumgæft á hverju stigi málsins. Þetta held ég að sé mjög góð og frábær lokaorð og þess má geta að við erum hjá Geðhjálp ætlum við að vinna svona einhvers konar í rauninni bara næstu dögum í tilefni rauninni á þessum degi einhvers konar bækling þar sem þú sér þessi svona helstu réttindi því. Þú veist, það eru þetta sjálfsögðu skyldur í þessu samhengi líka en allavega réttindi því til að draga ekki úr því. Það er svo mikilvægt að fólk viti það.
En ég þakka kærlega fyrir Oddur Takk fyrir mig. og það var mjög gott að fá þig hérna, þessi klukkutími leið mjög hratt og það eru sem sagt það byrja svona 10 ósvöruðum spurningum þarna, en þær voru sumar kannski tengdur, en fyrir ykkur hinn sem eru þarna úti að þá þetta, verður þessi, hvað við að kalla þetta þáttur, þessi mannréttinda þáttur, að hann verður á heimasíðu Geðhjálpar og á samfélagsmiðlum Geðhjálpar og hægt að nálgast hann þar og það sem þið getið skoðað og ef það kemur eitthvað upp endilega sendið okkur skilaboð, tölvupóst eða í Messenger eða hvaðina það sem við bara hringið og við reynum að svara ef við getum. En þangað til næst og þá ætla ég að óska ykkur bara að aðventan verði sem dásamlegust og jólin og hátíðarnir líka og þakka ykkur kærlega fyrir sem að horfið og þakka þér aftur fyrir Oddur. Takk fyrir mig. Bless.